kæru gestir, verði hjartanlega velkomin í jóladagatal Hurðaskellis og Skjóðu! Heyrðu Hurðaskellir? Já. Ég held að ég viti hvað við erum að fara að gera í dag. Veistu það? Já, ég held að þú sért að fara að kenna mér að baka kökur. Já. Nei, sko, ég er ekki alveg að fara að kenna þér að baka kökur. Jú, ég viss það og ég hlakka svo til að borða þær. Sko, Skjóða, það þurfi nú fleira að borða heldur en bara við. Já. Sko, núna ætla ég að kenna þér að búa til smá fuglamat sem hægt er að hengja upp í tréð. Já, svo fuglarnir geta borðað líka. Já! Til dæmis víglundur. Víglundur? Já, lundinn minn. Hver er víglundur? Lundinn minn, hann þarf líka að borða. Já! Jólasveinar.is kynna með stolti jóladagatal Hurðaskellis og Skjóðu. Í dag er 2. desember og þau ætla að búa til mat fyrir fuglana. Já, Karvinir, til þess að búa til fuglamat sem hægt er að hengja í tréð, þá þurfum við að hafa pólk sem er svona fituklassa, fuglamatur, við þurfum að hafa piparkökuform, við þurfum að eiga svona rör líka, við þurfum að hafa skæri og gott að hafa líka svona eina plötu. Fyrst þurfum við að hita og bræða pólkinn. Ég skal fara að gera það. Ég og víglundur bíðum bara hér á meðan. Já, Skjóða, þá er ég búinn að bræða pólkinn. Já. Og núna þurfum við að setja, er að víglundur búinn að éta hálfan pokann? Já, maður bara aðeins að býta gatt. Og hellum við fuglafóðan út í. Sjáðu víglundur, við erum að búa til mat handa þér til að hengja á tréð. Svona, þú ert aðeins að hræra. Hræri, hætti verið með aðeins að það. Þetta er eiginlega eins og svona hafragrautur. Já, það er ekki. Nema það er svolítið skrítin lykt á hana. Hurðaskelli, Já. er bara svona fuglafóður í svona pokum sem maður má nota í þetta? Nei. Það má gefa fuglunum brauð og grænmeti og ávexti og afskorna fitu og má gera hvað sem er. Já, víglundur, hann elskar einmitt svona afskorna fitu. Má ég sjá? Nú held ég bara svei mér þá að þetta sé að vera tilbúið. Hvernig ég á að byrja á? Snjókorninu? Já, snjókorn. Eitt snjókorn. Sérðu, þá tökum við hérna og fyllum snjókornin af þessu gumsi hérna. Þá er þetta svona bæði jólaskraut og matur handa fuglunum. Já, svona. Og þegar þú er búin að fylla hérna, Já. svona, þá tekur við rör, réttum við eitt rör og skæri. Rör og skæri. Þá klippum við smá bút hérna. Herðu, hvað er fyrst bútið? Þetta var bara beint hon í vatnið mig. Þetta er pínulítið rör, bara. Ég er svo hittir. Já, Má ég sjá? þú ætlar að nota þennan? Við ætlum bara að nota hennan, Já. hlusta hann bara, sérðu, og setjum hann hérna. Og setjum hann alveg í gegn. Veistu af hverju? Nei. Til þess, og þegar þetta harðnar á eftir, þá getum við, þá er það svona smá gat hérna í gegn. Þá getum við bundið svona snærispotta til þess að hengja upp í tré. En ætlum við að hengja þetta bara á jólatréð? Nei, við ætlum að hengja þetta úti. Kannski á jólatréð sem eru úti. Eða kannski bara grenitréð eða hurutréð eða hvað sem er. Þú má hengja þetta um allt saman, þú hengja þetta á húsinu þess vegna, sko. Svo kemur bara fuglinn og nartar í þetta. Herðu, hjálpa mér, núna skulum við fylla. Hérna, eitt svona og eitt svona, hvernig skeið fyrir þig. Og nú fyllum við allt saman. Jó, allt saman. Sjáðu, víglundur, ég er að búa til hurðaskelli hérna. Þú mátt kannski borða nú eftir. Þú er að borða hurðaskelli. Jæja, Skjóða, þá erum við búin að fylla eggformið og núna þurfum við að kæla þetta. Þá ætlum við að skella þessu í ísskáp og við sjáumst aftur á eftir. Víglundur minn, ekki borða allt, það er svo lítið eftir. Halló, herðu, Skjóða, það urðu sko smá mistök. Krakkar, ég verð að segja ykkur frá því að þegar þið gerir þetta, þá megið þið nota aðeins stærri form. Við notum svolítið lítil form og þá skemmtist allt nema þessi hérna tvö. Já, brotnaði bara allt í klassu. Nú tökum við spotta, sérðu, klippum, kannski bara svona. Og við verðum að passa
að nota alls ekki gynni. Af hverju ekki? Af því gynni úr plasti og það getur bara meitt fuglana. Þeir getur bara kynnt því og það getur bara meitt sig fuglarnir. Heyrðu það, Víglundur, þú mátt alls ekki borða gynni. Það getur verið mjög hættulegt. Sjáu þið, svo bindum við hérna. Bindum svo bara hnút hérna uppi. Eitt svona tvöfaldan diskóhnút. Boink. Svona. Þá getum við hengt þetta upp á grein. Vá, hvað þetta er fallegt. Svo kemur fuglinn og sest niður bæn og boink og það er hérna Víglundur. En Hurðaskelli, Já. hvað ætlum við að gera við þess að þau skemmtust? Afgangana. Já. Við ætlum bara að henda því út í garð á grasið og þá geta bara fuglarnir komið og náði það sem er á grasinu. Eða kannski bara litlu misnar. En getum við geymt kannski pínulítið af því fyrir Víglund til að geyma hérna inni? Uppstoppaða fuglinn. Já, því hann fer ekkert út. Já, við getum alveg gert það. Herðu, Skjóða, Já. veistu það að ég á eftir að draga úr krukkunum minni. Jóladagatalið. Já. Ég er svo spenntur, ég skrifa svo marga skemmtilega miða. Má ég sjá? Ég er líka spennt og Víglundur er líka spenntur. Víglundur, vilt þú lesa þetta fyrir mig? Má ég sjá? Nei, hann kann ekki að lesa, hann er sko uppstoppaður. Herðu, má ég sjá? Við ætlum að lesa bók saman í kvöld. Við hver? Ég og... Hver geti verið með mér að lesa? Víglundur, nei, hann er uppstoppaður. Ég er við það. Já, vilt þú lesa með mér? Já, hvaða bók eigum við að lesa? Herðu, eigum við að lesa bókina jólasveinana? Nei, ég er ekki í henni. Og við sjáumst aftur á morgun og þá gerum við eitthvað svakalega skemmtilegt. Já, ótrúlega skemmtilegt. Kveðja, Hurðaskellir og Leiðindaskjóða. Og Skjóða, Hurðaskellir og Skjóða. Þú mátt ekki velja aðra bók sem þú veit. Má ég velja aðra bók? Já, hvað bók þú veit? Ég var nú að hugsa kannski eitthvað nýtt jólaævintýri sem við höfum ekki lesið áður. Já, ég til í það. Jólaskraut og matur fyrir fuglana í einum pakka. Þetta var nú aldeilis fallega gert hjá þeim Hurðaskelli og Skjóðu og krakkar, við hvetjum ykkur að sjálfsögðu líka til að sinna smáfuglunum. En við þökkum fyrir okkur í dag, sjáumst aftur á morgun.